Komið sæl og verið velkomin í stafræna spjallið. Í stafræna spjallinu ræðum við stafræna umbreytingu á mannamáli og förum yfir praktísk atriði sem gagnast fólki í lífi og starfi. Markmiðið að auka skilning og opna augu okkar fyrir þeim tækifærum sem leynast í stafrænni þróun. Hið stafræna snýst nefnilega fólk og því ekkert mikilvægara en að fólk skilji og treysti stafrænni þjónustu. Ég heiti Vigdís Jóhannsdóttir og markastjóri á Stafrænu Íslandi sem hefur það hlutverk að leiða breytingar og bæta stafræna þjónustu hins opinbera í samstarfi við stofnanir. Þar leika samtal og fræðsla lykilhlutverk og þess vegna erum við samankomin hér í dag. Að þessu sinni ætlum við að spjalla stafrænt pósthólf en mitt ár 2021 tóku gildi lög sem þau fyrstu hér á landi sem snúa beint að stafrænni þjónustu. Markmið laganna að stuðla skilvirkri opinberri þjónustu, auka gagnsæi og hagkvæmni í stjórnsýslu og tryggja örugga leið til að miðla gögnum til einstaklinga og fyrirtækja. Jafnframt það markmið laganna að meginboðleið stjórnvalda við einstaklinga og fyrirtæki verði stafræn og miðlæg á einum stað. Með mér hér í dag þau Ragnhildur Helga Ragnarsdóttir, vörustjóri hjá Stafrænu Íslandi, Vilhjálmur Örn Sigurhjartarson, forstöðumaður fjárreiðusviðs Fjársýslu ríkisins og Hólmfríður Sigríður Jónsdóttir, verkefnastjóri hjá Stafrænu Íslandi. Og við ætlum að spjalla hvað þetta stafræna pósthólf eiginlega fyrir hvern og hvernig það virkar. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Ég fæ aðeins að byrja þér, Ragnhildur. Gætur í stuttu máli hægt að lýsa stafræna pósthólfi í stuttu máli? Já, það alveg hægt og við segjum eins og við lýsum því bara að þetta læst svæði fyrir einstaklinga, lögaðila og stofnanir til að nálgast gögn og erindi sem eru til meðferðar eða hafa verið unnin hjá hinu opinbera á bara einfaldan og þægilegan hátt. Og við köllum þetta bara, þetta bara svona stafrænt pósthólf, þar að segja við erum bara að birta þér þín gögn stafrænt í staðinn fyrir að senda þau inn hurðina hjá þér. Þannig að það svona stuttumáli. Svona stuttumáli, já, stuttuútgáfan. Hvað segir þú, Vilhjálmur? Hvernig hefur þetta snúið að fjársýslunni? Málið náttúrulega, fjársýslan að vinna fyrir alla stofnanir ríkisins og það eru í fjármálaþjónustu flestar hjá okkur. Þannig að við einir náttúrulega erum ekki notað en heldur okkar viðstafinir sem eru stofnanir sem eru 80-170 sem eru meira minni þjónustu hjá okkur og pósthólfið lykilatriði í því að nálgast þessa stafrænu byltingu sko. Og má segja að við höfum verið með í þessu verkefni frá 2010-11 þegar þetta byrjaði en hefur aukað þetta núna gífurlega á síðustu 4-5 árum eftir að rauninni að Stafrænt Ísland var til og kom inn í fjármálaráðuneytið og það kom aukinn þungi á þetta verkefni sko. Þannig að við erum að fara með miklu meira gögnum þarna inn og þetta lykilmál í tengslum okkar, það segja stofnanna við viðstafinna sko. Hólmfríður, eins og ég nefndi rétt áðan var þessi lagasetning stafræna pósthólfið mitt ár í fyrra og þú svona leiðir innleiðingu á stafræna pósthólfin hjá stofnunum. Heldur að þessi lagasetning hafi breytt miklu í þessari vegferð? Já, þessi lagasetning var raunverulega bara grundvöllur til þess að ná tökum á notkun á pósthólfinu. Að því að raunverulega því ég segja ná tökum á því, þá var að tryggja það að þetta sé raunverulega lögleg leið fyrir opinbera aðila til að birta landsmönnum, einstaklingum eða fyrirtækjum raunverulega erindi sem eru til meðferðar hjá stjórnvöldum og lausnin í sjálfum sér hún búin að vera til eins og Vilhjálmur nefndi í svona 10 ár sem svona frjálst tilboð til opinbera aðila og raunverulega var boðið líka fleiri aðilum sem vildu bara hætta þessu hefðbundna eða færa sig frá svona hefðbundni póstsendingum og nota nýju stafræna tækni til þess að miðla gögnum. Og þarna það var Þjóðskóli Íslands sem að þarna svona sá pósthólfið á þeim tíma og þetta var tilboð til þeirra sem vildu færa sig inn í stafræna heiminn og þessu var vel tekið og raunverulega bara mjög fljótlega þá voru send milljónir skjala eða birt í stafræna pósthólfinu og svo þegar Stafrænt Ísland var til þá tók þá færðist verkefnið yfir til okkar þannig að við erum að reka pósthólfið
og þá var líka til raunverulega stefna stjórnvalda það að þarna megin boðlið ætti að vera stafræn og þá var talið algjörlega nauðsynlegt til þess að tryggja pósthólfið í sessi sem svona grundvallar atriði í stafrænni þróuninni eins og Vilhjálmur sagði, það var að setja lagasetningu í kringum það. Þannig að allir sem að vilja, allir opinberir aðilar sem vilja nýta sér þessa leið að þeir geti verið öruggur að lögfræðilega þá það er löglegt og það sem lögin segja, þau segja meira en að það sé löglegt, þau segja að öllum opinberum aðilum er skylt að nota þessa leið, senda efni, gera efni aðgengilegt með þessum hætti fyrir 1. janúar 2025. Þannig að það er verkefni framundan hjá Stafrænu Íslandi sem leiðir verkefnið að þarna raunverulega innleiða lögin, að það er að tryggja það og aðstoða alla stofnanir og sveitarfélög, þetta er líka fyrir sveitarfélög, að gera þeim kleift að þarna vera orðin samhljóða lögunum 1. janúar 2025. Sem er bara handa við hornið. Það er bara handa við hornið. Þú talar gögn. Vilhjálmur, hvernig gögn eru þið til að mynda birta? Það er fyrst byrjuð þetta á reikningum. Þannig að við vorum að senda til stóri hlutin sem fór inn 2018 sem voru bifreiðagjöld. Þar eru 230 reikningar gefnar út í einu svona eða tvisvar ári. Og þar voru einstaklingar ekki að geta nálgast þessu gögn einstæðar. Þannig að þeir nálgast þetta núna inn á Stafrænu Íslandi og auðvitað líka greiðsluseðla í heimabanka. En fyrirtæki nálgast þetta yfirleitt með skeytamiðlum sko. En þannig að þetta var lykillinn fyrir einstaklingina til að geta rauninni séð upplýsingarnar sínar og fengið þá náttúrulega hnipp í leiðinni að sé komin reikningu til þeirra. Og síðan hefur við þróað þetta meira, við erum náttúrulega innheimtubréf hafa verið sendarna, við sendum út hátt í 200.000 innheimtubréf þarna á ári og þar er líka hnipti viðkomandi. Síðan erum við með að horfa á svona betri fréttir líka, við segjum að þú eigir inneign líka. Já, það er nú að geta bankareikningin sko. Þannig að það er og bara yfir rauninni fjölga þessum miðlum og líka í svona skeytasendingu sem eru bréf eða bara einhverja tilkynningar til þeirra, til dæmis. Núna erum við að innleiða nýja vistaskilmála hjá ríkinu og þá sendum við öllum lánardrottnum líka póst þarna inn í getum pósthólfið. Þó kom ekki beint úr þessum hefðbundnu kerfum eins og reikningar og innheimtubréf. Þannig að við erum bara rauninni að fjölga þessu leiðum og líka að fjölga þessu leiðum að ná til fólksins og þar bindum við náttúrulega mikla vonir við til með Snipp og appið í framhaldinu. En hvað sko, til að svona átta sig aðeins betur á hvernig þetta virkar, þú nefnir fyrirtæki og þú nefnir einstaklinga og alls konar gögn, hvernig virkar þetta? Raka, getur þú? Það virkar náttúrulega þannig bara að stofnanir og sveitarfélög þau eiga gögnin sín og geyma þau bara á sinn hátt og fara eftir reglugerðum og allt það hvað varðar geymslu og annað á sínum eigin gögnum. En til að láta sér sett, til að þú getur skoðað þau þá birtu við í rauninni það sem við segjum umslagið í rauninni inn í stafrænu pósthólfi og þar sérðu í rauninni hvaða gagn hefur borist þér og getur þá skoðað gagnið en það við sækjum það alltaf til upprunans. Þannig að við erum ekki að geyma gögnin í pósthólfinu heldur erum við bara að miðla þeim upp til notandans og svo ef þú vilt skoða gagnið þá birtu við það. Þannig að ég að skoða eitthvað frá Vilhjálmur var að senda mér að ég á rosa mikla inneign. Og þá sé ég upplýsinguna það inn í stafræna pósthólfinu mínu. Þegar ég smelli á skjalið sem slíkt, að þá er ég í rauninni að opna hólfið mitt sem er hjá fjársýslunni. Já, þú ert rauninni að sækja skjalið úr fjársýslunni og birtu. Þannig að fjársýslan er áfram gagnaeigandinn en þetta er birtingarleiðin. Þannig að þetta er algjört ígildi póstlúnar. Já, í rauninni. Og stofnunin á bréfið og við birtum umslagið í rauninni. Og þá getum við líka leitt þið beint inn í rétta staðinn, sko, mögulega að tilkynna það sem vilt skrá bankareikningin líka. Já. Og svo er þetta dæmi líka, við erum með rafrænar greiðsluáætlanir, það sem þú getur samið skuldir, þannig að það er komið inn í pósthólfið líka og þú getur síðan rauninni skoðað það sem þú samdir og fleira í gegnum þessa sömu leið, sko.
Þið hjá Fjársýslunni eru stóri notendur en þjónustið mikið á stofnunum en náttúrulega með innleiðinguna á öllum þessum stofnunum þá verður fjölbreytni væntanlega á niðurstöður á umsóknum eða vottorð eða annað, er einhver fleiri svoleiðis dæmi sem að munu og eru farin að birtast í stafrænum pósthólfinu? Það er náttúrulega bara alls konar gögn einmitt og svo náttúrulega horfið til þess einmitt að tengja svona meiri eins og einmitt niðurstöður umsókna og sum umsóknin að skila vottorðum og annað og það fer inn í pósthólfið. Og kannski ef við teka aðeins þarna, þegar að aðilar eru innleggi hjá þessu pósthólfið, þá þurfa þeir að byrja á því að skoða hvað gögn eru þetta sem að við erum með og erum að senda út til þarna okkar viðskiptavina eða sem við erum að senda frá okkur og hvað af því fellur undir pósthólfslögin. Og bara að því ég nefni pósthólfslögin þá vil ég bara sérstaklega taka það fram að þau eru stutt og einföld og mjög þægilega aflestrar, þannig ég hvet bara sem flesta til þess að kíkja yfir þau. En þar er kveðið á svona hvaða gögn lögin taka til og í innleiðingunni þá er náttúrulega eitt mál að koma upp svona tæknilegri tengingu við pósthólfið en það er líka mjög og það er algjör grundvöllur að hver stofnun, sveitarfélag, allir sem ætla að fara að nota pósthólfið til að birta eitthvað að þeir skoði vel hjá sér hvaða gögn eru þetta sem að lögin taka til. Og það getur verið alls konar og það er farið að birta, það eru þarna tæplega 40 aðilar sem eru byrjað að birta og það er listi inn á Ísland.is yfir hvaða aðilar eru að birta og hvaða gögn eru að birta og ef maður kíkir, setir skemmtunar í gegnum þennan lista, þá er þetta alls konar, þetta eru tilkynningar og þarna alls konar niðurstöður og þarna til dæmis eitt sem að allavega margir kannast við, til dæmis niðurstöðu krabbameinsskimunar, þau koma inn í pósthólfið og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög fjölbreytt gögn og verða sífellt fjölbreyttari. Og það má ekki gleyma launaseðlunum líka sko. Já, launaseðlum fyrir opinbera aðila. Já. Þannig að það eru 23 launaseðlur sem koma þannig daglega sko, morðalega fyrir ekki. Já. Og svo náttúrulega erum við líka að fara lengra í þessu, eins og okkur að varðandi bara þessi vanskilinundu. Að því að lögin eru komin inn að þá er þau orðin það gild að við getum tekið með stefnur og það voru til ákveðin stefnuvottar sem fara með stefnum til viðkomandi að við erum að skoða það að færa stefnunar inn í þetta ferli og það snýr þá þessu svokallega vanskilaferli hjá okkur í innheimtum. Þannig að það þýðir ekkert að þykist ekki vera heima ef að stefnuvotturinn bankar? Nei, því að núna þá verður það þannig að það er náttúrulega að því að pósthólfið er löglegur móttakandi á þessari sendingu þannig að hún er móttekin. Hún er formulega móttekin skjalið er formulega móttekin þegar það kom inn í stafrænu pósthólfi. En hvernig virkar þetta gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum? Hvernig fer maður inn á Ísland.is eða? Já, inn á Ísland.is og þar eru mínar síður sem að hægt að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum og ef þú ert einstaklingur þá sérðu bara þitt pósthólf og þú getur líka séð pósthólf barnanna þinna og síðan ef þú ert prókurahafi hjá fyrirtækjum eða stofnunum að þá kemstu líka inn á þínum rafrænum skilríkjum og sérð upplýsingar fyrir fyrirtækið. Nú er búið að innleiða svokallaða umboðsvirkni á mínum síðum á Ísland.is. Það er væntanlega virkað vel fyrir ykkur hjá Fjársýslunni til þess að prókurahafar geti deilt með öðrum? Algjörlega, það er það sem náttúrulega nýtilkomið og kannski búið að kynna, er rétt að byrja að kynna. En það breytir öllu það varandi þessa virkni að prókurahafi geti veitt umboð að ákveðnum hluta pósthólfinu og svo öðrum hlutum sem er inn á mínum síðum líka. Þannig að það verður ákveðin bylting í því. Og svo erum við líka að vinna með Stafrænu Íslandi í að innleiða fleiri stofnanir inn í pósthólfið. Því það er þannig að prókurahafi verður að vera skráður inn í fyrirtækjaskrá til þess að það virki að hann geti veitt umboð áfram. Þannig að við erum að vinna í því núna að færa þær stofnanir sem ekki komnar inn í þetta, inn í fyrirtækjaskrá, að færa það inn í fyrirtækjaskrá og virkja þetta saman. Því að lykillinn að þessu náttúrulega er að þetta verði náttúrulega allar upplýsingar verði þarna inni frá stofnunum, vonandi sveitarfélögum og svo í framtíðin líka bara almennu fyrirtækjum því að
Þetta er grundvöllurinn, sko. Þannig að við viljum fá fólk að inn, sko. Klárlega. Svo alltaf spurning, hvað erum við að senda mikið inn, sko. Verður þetta eitthvað sem hún vilt ekki skoða, sko, eða það ekkert áhugavert þetta, sko. Það eitthvað sem var áhugavert að spyrja því aðeins betur út í Raka upp á framtíðin í þessu, ef við geymum það aðeins, en bara til þess að svona hnykkja á því, þannig að það virkar þannig ef að ég fer inn í mitt stafræna póstól, þá get ég skipt aðgang og séð upplýsingar fyrir stafrænt póstól hjá börnunum mínum, er ég ekki skilja það rétt. Og ég sem sagt, ef ég er prókúrari hafi ég á fyrirtæki, þá get ég sömuleiðis skipt yfir á aðgangin. Er þetta bara sjálfvirkt þarna inni að þeir að sækja eitthvað Nei, þetta er allt bara, við erum að nota bara forsjá tengsl eins og þau eru skráð því að þjóðskrá og eins og Viljum segir, þá erum við að nota prókúrur tengslin fyrir fyrirtækin. Þannig að ef að ég sé ekki barnið mitt sem ég er með forsjá fyrir eða fyrirtæki mitt sem ég til mig allan að vera með prókúru fyrir, þá þarf ég að hafa samband við viðkomandi stofnun, þá er það líklegast einhver skráningarvilla sem þarf að leiðrétta. Já, og varðandi prókúruna væri það fyrirtækjaskrá. Já. Og svo Þjóðskrá fyrir forsjá tengsl. Fyrir forsjá tengslin. En hvernig er það ef ég er að styðja við einhvern einstakling sem þarf að komast í einhver upplýsingar þarna inni, sökum öldrunar eða fötlunar eða annað, er hægt að veita, umboðskerfið það veitir líka slíkri Já, þú getur líka, inn á mínum síðum er hluti þar sem heitir aðgangsstýring og þar getur í rauninni veitt hverjum sem er aðgang að ákveðnum hlutum inn á mínum síðum, til dæmis póstólfið eða öðrum upplýsingum fjármál og annað. Og það er bara mjög einfalt, þá setur maður bara kennitölu þess sem maður vill veita umboðið til og svo bara velum maður það sem maður vill að sé sýnilegt og aðgengilegt og þá er það bara komið. Þannig ég geti til dæmis veitt makanum mínum til dæmis mögum og sumir foreldrar einmitt að gefa börnum sínum aðgang sem aldraði foreldrar og annað til einmitt að sýsla með sín mál. En við verðum alltaf þá að hafa rafræn skilríki. Já, akkúrat. Það er lykillinn að þessu öllu. Það er rafræn skilríki. En nú hefur verið mikið umræðinni varðandi rafrænu skilríkin, það sem er ákveðin hópur sem getur ekki fengið rafrænu skilríki, til að mynda fatlaðir eða einhver hópur meðal fatlaðra einstaklinga. Það hefur hins vegar verið í samstarfi félagsmálaráðuneytið, er ég ekki farið með rétt mála að Jú, búin til lausn á því? Já, það er nýbúið að tengja réttindagæslu fatlaðra. Ef þú ert skráður þar inni sem talsmaður einmitt, talsmaður fatlaðra, þá flæðir það yfir í umboðskerfið hjá okkur. Og þá ef ég er talsmaður einhvers einstaklings, þá get ég sömuleiðis skráð mig inn með mínu rafrænu skilríkjum. Akkúrat, og það kemur bara sjálfkrafa inn. Og þetta gerir það að þetta sé á persónulegum rafrænum skilríkjum, það gerir það að verkum að þetta er allt sem miklu meira rekjanlegt hver er að tryggja öryggi og akkúrat hver það er í raun og veru sem er þarna inni. En svo erum við líka til viðbóta kannski upplýsingar við veita þarna inni er líka upplýsingar og launargreindarkröfur, það sé að það sem tekið okkur í skatt og takið á launum einu sinni í mánuði yfir ákveðið tímabil, það er upplýsingar koma þarna inn. Og síðan náttúrulega er líka varðandi útsvar sveitarfélaga, sveitarfélagin getur fengið upplýsingar daglegt útsvar eða mánaðalegt útsvar þarna inni, þannig að það er svona mjög fjölbreyttar upplýsingar fyrir mismunandi hópa. En það er náttúrulega launagreiðendakröfurnar, það er hátt í 70 fyrirtæki sem geta sótt þessu upplýsingar þangað. En þetta er samt heilt yfir svona frekar mikilvægar upplýsingar, launaliðin, skattamál, sektir, jafnvel sakavottorð ekki satt, niðurstöður og krabbameinsskimunum. Þetta kemur ekki, ég þarf ekki að taka póstlún af húsinu mínu og fá jólakortið mín hingað. Já, nema verður boðið upp á það, ég veit ekki, það er alltaf möguleiki að búið til business case líka til að með koma inn, sko. Og svo náttúrulega til viðbóta eins og við nefndum með aðgangsmálum líka, það er náttúrulega mjög spennandi varðandi aðgangsstjóra fyrir stór fyrirtæki, til dæmis ef ég er með endurskoðanda hjá einhverju stóru endurskoðanda fyrirtækjunum, þá getur þú veitt honum eða aðgangsstjóra þar aðganga því sem ákveðnum upplýsingum hjá þér, bæði varðandi pósthólfið og fjármálir, sko. Og svo getur þessi aðgangsstjóri veitt öðrum innan fyrirtækisins þessar upplýsingar. Þannig að þá getur viðkomandi farið að vinna með þær upplýsingar sem þú búin að veita um aðgangað varðandi skattframtali eða bókhaldi eða annað. Svona leysir þannig að þú sért í rauninu bara einu sinni innskráður og getur þá unnið þína vinnu það sem þarf. Og auðvitað umboðin líka, þau eru náttúrulega tímabundin, þannig að maður veit alltaf. Já, akkúrat.
veitir ákveðin hérna tíma. Þannig þetta breytir heilmiklu bara fyrir stofnanda líka sem að gagnvart fyrirtækjunum og gagnvart þessum stóru bókhaldstofum líka sko. Þetta klárlega einfalda fyrir einstakling og fyrirtæki að vera með öll þessi gögn á einum stað. Þau vita það að það ekki eitthvað umslag sem týndist einhver staðar eða eitthvað álíka þegar allt komið þarna inn. En hvað sjáu þið fyrir ykkur hjá Fjársýslunni? Eru þið með einhverju svona, eru öll gögn nú þegar komin þarna inn eða bara ef það eitthvað sem þarf að upplýsa, þið strax komin á þennan stað? Já, það kannski meira þessi óstruktúruðu gögn, eins og kannski bréfi sem nefndi áðan varðandi að senda bréf til að láta vita ákveðnum hlutum sko, sem við viljum koma inn líka og erum að vinna því núna með þessu fyrsta bréfi varðandi breytingar á viðskiptaskilmálum ríkisins. Og svo það bara líka þessi gagnvirkni líka sko, að eins og ég nefndi með launagreiðendakröfur, að menn geti líka farið inn beint í kerfi og breytt leið og ferði í pósthólfið skilur. Þannig að þú verður að hafa þessa gagnvirkni ekki bara að skoða, heldur líka að þú ert komin í gagnvirkt samband við ríki með því að fara það inn sko, og fara því ákveðna slóð sko. En talandi gagnvirkni, sko, Ragnhildur, það er kannski ágætt að það hefur verið miklar hugleiðingar þróunina, fylgst vel með það sem hefur verið að gerast erlendis og hvernig þetta hefur kostur og gallar við svona miðlæga gátt. Hvernig sjáum við fyrir okkur þetta þróast? Fyrsta skrefið væntanlega bara að koma öllum þarna inn og búa til klára þessa innleiðingu og allir séu að taka þátt. Það er svona fyrsta skrefið, en við erum auðvitað náttúrulega að stafrænt pósthól mun auðvitað þroskast og hreyfast bara í takt við strauma og stefnu, bæði tækni og líka bara hvað er að gerast í kringum okkur og þetta sem að Vili nefnir með þetta að þetta fari í báðar áttir, samtalið þarna inni, það er náttúrulega stór hluti og er eitthvað sem við erum að skoða og við náttúrulega bara hlustum á notendur og þurfum að taka raddir þeirra allra, bæði þeirra sem er að nota einstaklingar og fyrirtæki þetta og líka stofnanir sem er að senda inn og það er auðvitað ýmislegt sem að þarf að huga að og er margt spennandi sem að er hægt að þróa þetta áfram. Ég held að þessi tvennt sem að myndi kannski brenna sérstaklega ef ég hugsa þetta út frá einstaklinga. Það er spurningin var þetta öryggi sem kemur rosalega oft upp og síðan svona hvar þetta nefndi mína síður áðan. Þetta er sömuleiðis í Ísland.is appinu, ekki satt? Jú. Og ef að ég er að skoða skjölin mín í Ísland.is appinu þá er mikilvægt að ég er ósátt við eða einhverju niðurstöðu að ég hafi, þá er það einstaklingur eða stofnunin eða opinber aðili sem sendi skjalið sem að ég myndi þá hafa samband við. Akkurat. Til þess að fá frekari skýringar, ekki satt? Jú. En notandinn í sjálfu sér, ef hann vill láta hnippi sig eða láta senda sér tölvupóst, hann hefði fengið póst í pósthólfið, þá náttúrulega er hann alltaf sjálfur að ákveða það inn á Ísland.is sko. Sér alveg þá stýringu sjálfur. Það sér þá stýringu sko og auðvitað vildu við sjálfur sem að flesti sé að fá hnipp eða láta vita til framtíðar þannig að menn nýti sér gögnið þarna sko. En kannski ættum við að segja 2 orð hnipp. Því okkur er tamt að nota það. En það er raunverulega, og Ragga, þið grípið mig ef ég renn á rassinni og útskýra hvað hnipp er, en mér finnst það mikilvægt að segja maður að það er raunverulega við fyrir þegar að maður inn á Ísland.is og þegar maður fer á mínar síður og þarna lokkar sig þar inn, er orðin innskráður notandi, þá getur maður farið í sjálfan sig stillingar og gefið þar upp netfang og auðvitað símanúmer og bankareikning og svoleiðis. Já, bankareikning. Og svo getur maður valið hvort að maður vill láta þarna raunverulega pósthólfið senda sér tilkynningu og netfang þegar eitthvað nýtt kemur inn. Er þetta ekki sirka svona? Já. Og það að fá, og þessi tilkynning sem maður fær þegar nýtt kemur í pósthólfið, það köllum við hnipp. Svona þess að pikki einhver. Bara bím bím, já. Gott íslenskt orð ekki. Gott íslenskt orð. Og sem kannski mun heita tilkynning í appinu sko. Þegar það verður komið inn það líka sko. En það er líkimálið að ná til viðskiptavinarins en ekki kannski
við séum kannski að keyra á hann beinti, að sé að fá of mikið upplýsingu, sko, en samt að við erum að senda þér reikning, við erum að senda þér inntöbréf, við erum að senda þér glaðningu þér inneign eða hitt og þetta og þú komist í þetta gagnvirka samband við okkur þar sem það á við. Já, þannig að fólk getur valið sér hvort að fái þetta hnipp eða þá temja sér að fara mjög reglulega inn sjálft til þess að fylgjast með, þannig að væntanlega vill fólk fá niðurstöður úr ýmis konar þjónustu sem það hefur sótt eða tilkynningar eða vita hvort það er inneign. Já, og svo eins og aðrir með vegabréfið og fleira, sko, og allar þessar umsóknir sem eru komnar núna inn á Ísland.is líka að sækjum sakavottorð, vegabréf, og ýmis aðra þætti sem að fær þá strax tilkynningu hvar er og hvar getur sótt það, sko, ef er þeim tilgangi. En ég vildi enda þessu umsóknir með fullnaða dæmi gagnvart því að þú ert búin að fá þjónustandi og borga fyrir hana, sko, eða hún er ókeypis. En þetta hlýtur að vera ákveðin hagræðing líka fyrir stofnanir að senda skjölinn þarna frekar en þú nefndir lauslega pappír áðan, frekar en að vera prenta út pappír og setja í umslög og senda með pósti. Þetta hlýtur að bæði fjárhagslega hagræðing og ja, algjörlega, við erum svona á síðustu árum þessi bylting frá því við byrjum svona 2018 verulega að draga úr pappír við reikning og innheimtubréf. Þetta hefur verið gífult hagræði, sko. Alltaf ekki nefna töluna en það er gífult hagræði, sko. Að því að við sendum út 2,5 milljónir reikninga á greiðstölu ári. Við sendum út 80 miljónir innheimtubréf, þannig að við skulum bara talið, sko. Þannig að þetta er nánast horfið, við erum með 5% hóp sem að rauninni er að fá bréf, að því að rauninni í lögunum segir að það er tilgangur líka þeir sem óska eftir að fá bréf, að þeir munum fá hann, sko. En auðvitað viljum við fækka þessum hóp og veita þess að góðu stafrænu þjónustu gegnum pósthólfið og mínar síður. Þannig að þetta geti sett það fjármagn sem að annars hefði farið í póstbörgjald í að bæta þjónustuna og spara nokkur tré í regnskógunum í leiðinni. Miklu meira, sko, að því að líka þetta verður ennþá betur þjónusta og styttir þjónusta. Og við heyrum að menn tala oft sýslumann og mæta þangað, sko. Og allar þessu umsóknir sem eru komnar inn núna, að við erum bara með 35.000 umsóknir sem eru komnar í gegnum núna umsóknarkerfi sýslumanna, sko. Og það sem er greitt fyrir, sko. Þannig að svo er annað sem ekki greitt fyrir, þannig að þetta er alltaf að fara í rétta átt þarna, sko. Það er frábært þeirra. Það er líka eitt viti sem bæta við þennan svona hagræði í kringum þetta sem að mjög í innleiðingavinninni þá finn ég svona ánægjuna hjá þeim sem er að innleiða stafræna pósthólfið sem setja á stofnunum og sveitarfélögum að með því að taka upp þessa samskiptaleið þá dugar þeim sem að þarf að senda frá sér kennitalan. Því að þeir sem að hafa verið í svona útsendingu þau þekkja endalaust bras við það að finna rétt heimilisföng, finna, póstfangið, sko. Já, póstfangið og netfangið og allt þetta sem að úreldist og með þessu, með því að birta í stafræna pósthólfinu, þá bara ertu með kennitölun og hún breytist ekkert. Og sömuleiðis fyrir notandann sem er kannski eitthvað að flakka á einhverju flakki eða að flytja eða breyta netfangið eða hvað það getur verið, að þá veit hann að ok, ég er ekki að fara hrista neitt mikið upp í kennitölunum minni, þannig ég er með þetta. Þannig að þetta er... Pósturinn kemst alltaf til skila. Pósturinn kemst alltaf til skila, já. Já, það er meitt munurinn á þessum viðstæðskilmánum sem ég er búin að nefna nokkuð sinnum að við erum að fara að senda núna. Það er kannski helmingun er með tölvupósthang, en hinn helmingun er með bæði með kennitölu og tölvupósthang, þannig að við náum bara miklu meiri meiri athygli og að með fái sér breytt í sín, sko. Já, stærri hóp. Miklu stærri hóp, sko. Já. Ég held að við getum ekki sleppt í að ræða aðeins öryggið, maður eins og ég nefndi þess áðan, það er þessi tilfinning hjá fólki, nú erum við með rafrænu skilríkinu og þetta aðgangsstýringu og annað, getið hnykkt aðeins á þessu ef einhver kemur til ykkar og er óöruggur það að gögnin þeirra í stafræna pósthólfinu séu örugg? Finnst þið vera öruggar að fá þetta inn í pósthólfinu sína? Já, sko náttúrulega þetta er bara, gögnin eru náttúrulega bara veitt með vefþjónustum sem að tryggja öryggi og eru taka sem sagt þegar þú skráir inn með rafrænum skilríkjum þá eru við bara með
með þínar upplýsingar og það flæðir niður, þannig að við pössum okkur þar, náttúrulega liggur öryggið að við séum ekki að veita þér gögn sem þú átt ekki að sjá. Þannig að það svona, öryggið liggur helst þar. Og flæðir á þá kennitölu sem á að fá þessu upplýsingar. Þannig að það er kannski 6 saman í heimili og það er ekki einhver sem opnar óvart eitthvað umslag. Nei, akkurat. Þannig ertu bara með þín gögn að þinni kennitölu og hún flæðir niður. Já, ekki nema viðkomandi veitt viðkomandi umboð. Akkurat. Þess að við ræddum áður. Já. Og það týnist á engin póstsekkur neðar staðar, þú veist, gögnið ekki að fara að flakka neitt. Þau fara bara beint á kennitöluna þína og stafrænt pósthól, þetta er inn á mínum síðum, þetta er náttúrulega mjög öruggt svæði sem að við hleypum engum inn á nema að hann sé búin að auðkenna sig og þetta er kannski þess vegna svolítið skemmtilegt finnst mér með stafræna pósthólið yfir höfuð að við notum svo mikið hugtök úr póstþjónustunni og pósthól við sjálfum sér allavega ég sé það fyrir mér að það er læstur kassi, þú veist út með lykil og það er náttúrulega mjög örugt ef það bara einn með lykilinn og mér finnst þetta stafræna pósthólið að vera, þetta er ágætið samlíking að það er bara einn með lykilinn að mínu pósthóli það er ég og það eru rafræn skilríki, þannig þetta er miklu öruggara heldur en að bréfið ferðist með pósti innu bréfalúgu og svo framvegis og lendi á forstofugólfinu og svo kemur hundurinn og étur þetta og hvað veit ég. Þannig að þetta er bara miklu öruggara. Já, eða í blokkinni, sko. Í blokkinni. Þannig að það sem að kannski margir íta náði í póstinn, sko. Já. Þannig að þetta er bara einlega nema og þú bara smíðar fleiri lykla eins og nefndir með umbúðunum, sko. Já. Þannig að það er stóru líklan að þessu, sko. Já. Þetta verður spennandi að fylgjast með og sjá hvernig þetta þróast áfram. Maður fara að fá fleiri hluti en hraðasektir og launaseðla inn í stafræna pósthólið sitt. Það er nokkuð ljóst að þessi notkun áttur að aukast. Já. En ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið. Við hvetjum alla til þess að kíkja í stafræna pósthólið sitt og venja komu sína þangað. Það er hægt að eins og áður sagði nálgast það bæði inn á með því að skrá sig inn á mína síður á island.is og sækja sér island.is appið en það er ekstra góð birtingarlega að vera með allar upplýsingar frá ríkinu sem ríkið sendir þér bara í vasanum. Takk fyrir kærlega.